Stórkostlegu panel. Ég ætla að byrja á að fá að kynna ykkur. Við erum hérna með Ingu frá Ístak, Ingibjörg Birna Kjartansdóttir, Hugrún Ýr Sigurðardóttir frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Svo erum við með hérna hinum megin, erum við með Perludís Kristinsdóttir frá Basalt Arkitektum og Þröst Guðmundsson frá Betri samgöngum. Og hérna við hliðina á mér er hún Auður Ástráðsdóttir sem er sérfræðingur á verkefnastofu hjá Landsvirkjun, en er einnig í undirbúningsnefnd BIM og stjórn þar og einn af þeim sem að skipulagði þennan dag hér, þannig að hún er svona líka hlutverki spyrir sér og stjórnanda. En þetta kannski bara að byrja á að fá ykkur til þess aðeins að segja betur frá, bara ykkar verkefnum, hvernig þetta horfið við ykkur, svona aðeins nánari kynning á þessu. Af því að ég held að stóra samhengi sem við viljum ná fram hérna er að við erum að vera að kynna öll þessi verkefni og þessa innleiðingu í stóra samhenginu. En þið kannski komið hérna fram sem svona fulltrúar mismunandi hagaðila og hafið kannski svona mismunandi þarfir og mismunandi svona sársaukapunkta og við viljum helst reyna að draga eins mikið af því fram hér. Þannig að kannski svona, þú sem ert hér bara dregin fram sem fulltrúi allra hönnuða, alla sem hafa búið til teikningar og mátt endilega segja frá einhverju tregðu þegar kemur að því hvernig er að taka móti kannski stafrænum teikningum og svo framvegis. Við erum meðalstórt fyrirtæki með svona cirka 25 starfsmenn og allir á mjög ólíkum stað með þekkingu bara í BIM og teikningu þar. Við teiknum ennþá smá í 2D, sjokker. En er svona grunnkrafa það að þetta sé þekking sem að fólk eigi að hafa þegar starfar hjá fyrirtæki eins og ykkar? Já, og það er ekki samt grunnkrafa í þegar fólk kemur inn á stofuna. Fólk lærir mjög fljótt. En er þetta aldurstengt? Er þetta bara mjög einfalt? Er þetta svona því sem að fólk er búið lengur í bransanum? Nei, krakkar í skóla er ekkert endilega að læra á BIM, sko. Þannig að það lendir svolítið á ykkar, það verður ykkar hlutverk bara sem atvinnurekendur að halda áfram að skóla fólk til og þetta er eitt bara stærsta verkefni sem að hönnuðir. Og á þetta viðhaldur allar arkitektastofur eða er þetta svona fyrir eftir skala verkefna sem að þið sinnið? Auðvitað er þetta líka skali verkefna því að það geta ekki öll verkefni farið alla leið í BIM. Þetta er heljarina mikið og tímafrekt ferli oft sem að launa sér kannski meira í stærri verkefnum. Þannig að maður verður að halda þessu minni. Þú tekur ekkert sumarbústað sem á að vera 200 fermetra og ferð, að kóða allt saman eða alveg. Þurfum við þá ekki bara að hugsa að byggja 500 svoleiðis sumarbústaði og hafa alltaf þessi byggist ekki Hversu gaman væri það verður nú ekki. Ég meina, erum við kannski að sjá strax að eina ástæðan þess að við erum aðeins kannski eftir í innleiðingu BIM hér versus nágrannalönd, bara smæð Íslands og þá við erum svo margt með og þekkingin. Hérna Þröstur, þú ert hjá Betri samgöngum og það er vantarlega svolítið svona, það er svona heildarsýn svolítið sem að þeir eru mjög risastóru verkefni og þitt hlutverk er vantarlega svona, að sjá svona heildarbraga á innleiðingu þessara verkefna og aðferðafræði við það. Já, við hjá Betri samgöngum erum að reka samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og það er ansi fjölbreytt verkefnisafn. Við erum með borgarlínu sem að Jannika var að tala um hérna rétt áðan. Við erum líka með stoppvegi sem að Vegagerðin sér lögum samkvæmt sem veghaldari og hérna er í raun og veru á sambærilegri vegferð og mjög gaman að sjá hvað Vegagerðin er að gera í því. Og síðan erum við með göng- og hjólastíga líka og við svona þurfum svolítið aðeins að hvað maður að segja, eftir stærð verkefna svolítið að skala okkur hversu langt við göngum en við erum að taka líka minni hjólastígaverkefni og keyra þau í gegnum BIM. En fyrir okkur er BIM ekki bara hönnunartól, við horfum á þetta í raun og veru sem verkefnisstjórnunartól. Þannig að við, og ástæðan fyrir að við fórum að staði þessa vegferð er í raun og veru svo að við erum með flókinverkefni, innviðaverkefni, þar sem við erum með hönnun, við erum með verkefnisstjórnun, við berum ábyrgð á þessum 311 milljörðum sem eru settir í þennan sáttmála og við viljum geta fylgst með kostnaði. Þannig að við viljum tengja saman í raun og veru módelin okkar, kostnaðarstýringu og svo alveg yfir í stýringu verklegra framkvæmda. Þannig að við sjáum þetta í raun og veru sem eina samfellda heild og síðan þurfum við þetta, eins og Jannika sagði svo nefndi áðan líka, við þurfum þetta að afhenda þetta síðan rekstraraðilum
og þá skiptir auðvitað máli að þetta séu góð módel. Þetta harmonerar einmitt við það að M-ið í BIM í ýmist látið standa fyrir modeling eða management. Þetta sé svona bæði verkefnastjórnunarhlutin og hönnunarhlutin. Hérna kannski eitt svona áður en ég sleppi þér, hérna, einhver eðlismunur á samgönguverkefnum og öðrum byggingaverkefnum og eru þið jafnvel betur til þess fallin samgönguverkefni að fara í þetta módel? Það verður, ég held að verður að segjast eins og að sko, komur að segja, staðan í módelum og notkun módela í svona samgönguverkefnum eins og borgarlínan er mun skemmra á veg komin heldur en í byggingaframkvæmdum. Þannig að bara til dæmis ef maður fyrir að horfir á sko svona progress mælikvarða eða framvindus eftirlit og eitthvað slíkt, þá held ég að byggingargeirinn sé mun lengra komin í að nota þessa tækni. Það er hlutur sem við viljum klárlega komast lengra. Er þetta út af því að svona samgönguverkefni á stórum skala, það eru bara fleiri hagaðilar? Þeir eru með ríkið, þeir eru með sveitafélögin, þeir eru með fullt af einkaaðilum, þetta er bara stærra, fleiri moving parts? Þetta er bara annars konar verkefni og hérna, þú veist, þessi geiri iðnaðarins, hann er bara ekki komin jafn langt, sko. Ég held að metnaðurinn standa alveg til þess, en hann er bara ekki komin alveg jafn langt, sko. Hérna, Inga, þið framkvæmið og kaupið fullt af hönnun, gerir ég ráð fyrir, en þið hannið líka sjálf, er það ekki svona? Nei, í rauninni Ístak hannar ekki sjálft, en við tökum við hönnun á gögnum og oft búið þá til framleiðslu gögn. Og til dæmis eins og gott dæmi Fossvogsbrú, þar eru forsteyptareiningar, þannig að við tökum við módelum þar. Og, en síðan kemur steypuskáli að málinu til þess að framleiða forsteyptareiningar og þá getum við nýtt þær upplýsingar áfram. En það sem ég kannski svona í er það að þið sem framkvæmdaraðili, þið þurfið oft svona aðlaga teikningar og svoleiðis, það er bara hluti af... Já, það er bara hluti af því sem við gerum. Við ættum náttúrulega samt kannski ekkert endilega að þurfa þess, en við þurfum þess samt. En þetta sem ég finnst áhugavert út af því að ekki alltaf svona einhver smá mismunur á milli, sko, ideológíunar, hvernig hlutir eiga að vera gerðir og svo bara framkvæmdarinnar og þið eru svolítið mikið á, niður á jörðinni og finnið það svolítið, að einhver teikning á að vera fullkomin en þið eru aðilinn sem áttar sig á því að það er stundum að aðlaga hluti. Já, og þetta er svolítið tvíeggja sverð kannski, af því það er ekki bara að við segjum að hlutinni séu svona að við viljum þessa fullkomna teikningu. Þú þarf alltaf að horfa fullkomna teikningu fyrir hvern. Það er svo eftirlit, það þarf að sjá eitt. Byggingafulltrúar, þeir þurfa eitthvað annað. Notandi, bara venjulega notandi sem ætlar að kaupa sér íbúð, hann þarf ekki flókna járnateikningu. Þú veist, hann vill frekar skoða hlutina í 3D-módeli og geta farið í gleraugu og eitthvað svona. Ég sem framkvæmdaraðili, ég er ekkert rosalega æsti að sitja eitthvað út í skurðu og ætla að moka og grafa og þurfa að summa mig inn í símanum á einhver objekt sem hætaður bak við eitthvað niðurhengt loft. Þetta er ekkert skilvirkt, sko. Við þurfum aðeins að hugsa fyrir hvern eru upplýsingarnar og hvað ætlum við að nota þær í og það þurfum við að draga út úr módelinu og það þarf að vera í lagi. En þú hefur trú á því að eitt svona heilsteypt módel geti innihaldið allar þessar upplýsingar, svo er þetta bara spurning svona interface. Já, og þetta er alltaf spurningar réttar upplýsingar á réttum tíma, í réttum gæðum. En kannski þá, ég er smá forvitin, er eitthvað sem á að gera samt áfram upp á með gömlu aðferðinni? Þú veist, getur verið að ástæðan fyrir tregðunni er að eitthvað erum við að gera vel og það er bara, við erum of gráðu og ætla að setja allt saman inn í svona sama módelið. Ég til dæmis bara, talsmaður kannski meira fyrir því að við þurfum, þú veist, eins og hefur gerst í öðrum iðnaði, að því meira sem við verðum stafvæn, þá breytast hlutirnir. Og ég vil alls ekki segja að teikningar verði eitthvað úreltar eða bara eitthvað úrelt fyrirbæri. Teikningar er bara eitt af því sem kemur út úr þessu hönnunarferli og við þurfum það til þess að nota áfram til þess að gera alls konar hluti. En við mættum kannski alls fara að skoða hvernig aðrir gera teikningar, því byggingagerðin er ekkert eini iðnaðurinn sem gerir teikningar. Og ef við bara horfum tilbaka til fyrirtækja eins og Lego og IKEA og hugsa hvernig þeir setja fram teikningar. Og þeir eru til dæmis eyða rosalega miklum peningum og fjárfesta mikið í tækni, en þeir eru samt ennþá með útprentaðan bækling hvernig þú átt að setja saman Lego húsið þitt eða hilluna þína. Þetta er mjög áhugavert dæmi. Ég hef einmitt tekið eftir því núna. Það byrjaði að vera einhver QR-kóðu utan á Lego-bóksunum jóli núna og það var rosa mikið vonbrigði, sko. Þetta draga fram snjallsíman allt í einu. Já, ég meina þetta snýst líka oft að þú þarft eitthvað sem þú heldur á og tekur utan og talar Af því þú ert líka bara sem verkstjóri út á verkstað, þá ertu
þú ætlar ekki bara að segja, já, svo í módelinu, þarna objektnúmer, ID-númerið 1223 og það er sko hurð, en við þurfum að muna að tengja pumpuna við það. Þú veist, þetta er ekkert sem gerist. Þannig að físisk módel þurfa að vera til áfram Já. og jafnvel útbrent, 2D útbrent. Já, við kannski bara þurfum að hugsa hvernig ætlum við að prenta út. Ætlum við að vera föst í gömlum teikningastöðlum. Þeir eru kannski svolítið úreltir. Og kannski getið bara beint því svolítið að Hugrúnu, þú ert hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þetta er reyndar svona almenn spurning, þetta er bara sem ég dró út úr því sem að Dieter var að segja áðan, mér finnst áhugavert að hann var að taka dæmi framkvæmdir í Kansasborg í Bandaríkjunum, að þú voru með einhver risaverkefni, hvort það var lestarstöð eða eitthvað þarna fyrir 100 árum og það voru 200 skjöl eða eitthvað sem að þurfti til að byggja það og svo voru það að gera flugull núna og það er 100 sinnum það, 20.000 eða hvort það var 200.000, ég man ekki hvort. Sko, þetta voru alveg flókna byggingar í gamla daga, stóra lestastöðar, risastóra byggingar sem voru byggðar þarna fyrir 100 árum. Sko, ég er að hugsa stundum, er sko þessi aukning upplýsinga, þú veist, er þetta ekki bara einhver leyti einhver bólga líka, bara einhver svona óþarfa upplýsingar byrjar að safnast upp að einhver leyti? Sko, samræming gagna er eitthvað sem við þurfum að taka til greina í þessu samhengi og við þurfum að skoða það í hvað tilgangi við erum að búa til gögnin og við viljum ekki bara búa til einhver skjöl bara til þess að, hvað maður að segja, ná einhver ákveðnu vörðu eins og að fá samþykkt byggingarleyfi eða eitthvað slíkt. Við viljum að gögnin okkar geti lifað með mannvirkinu út líftímann. Já, en heldur það að gerist stundum að það sé svona verður bara einhver óþarfa útspýting á gögnum bara í tengslum við mannvirkjagerð? Já, alveg örugglega. Það er alveg örugglega hægt að finna og taka til eitthvað þarna í þessu og nýta gögnin okkar betur, klárlega. Og erum við kannski, þú veist, er BIM kannski svona meira líka einmitt að trakka þetta aðeins niður, svona að ná þessu svona heildstætt inn í eitthvað kerfi, þá hættir þetta að vera bara endalaus útspýting af skjölum? Já, ef við horfum bara eins og bara hlutverk okkar og hlutverk mitt hjá HMS. Við erum með skráningamannvirki og höldum utan um það og við erum með skráningatöflur á Excel formi í dag og þetta er ekki, þetta er kannski ekki hentugasta leiðin. Þarna er mikið tækifæri í að draga þessar upplýsingar út úr þessum líkönum. Þannig að aðilar sem eru að búa til þessi líkön þurfi ekki svo líka að fara að fylla inn í einhver Excel form og skila inn eingöngu til þess að fá samþykkt leyfi. Já. Mér okkur að spurða það einu enn Hugrún, að því að sko, eins og maður að skilja þetta rétt, þá var verið að presentera núna í morgun svona plattform, tvenns konar plattform sem eru að einhverju liti jafnvel bara í samkeppni við hvert annað, hjá Norconsult og Verkplan, þetta eru svona plattform. Er þetta eitthvað sem að HMS ætti frekar að vera með? Þú veist, á þetta að vera rekið eða kosta meira en nú opinbera, þú veist, þessi grunnplön, þessi grunnupplýsingar? Við náttúrulega sjáum rammann, þannig að það við komum að mótun rammars, hvað var það kostun, ég held að það eru auðvitað bara að skoða í hverju tilfelli fyrir sig, en eins og með verklýsingar þá er hann kom inn að það í kynningunni sinni hjá Verkplan að vinnustofan var haldin að burði sem er samstarfsvettvangur mannvirkjarannsókna og prófana sem er haldið úti af HMS og þannig að við komum þarna að verkefninu og hvernig það vinnst áfram. Það sem ég bara svolítið svona reyna kannski að ljá máls á er bara þessi hugmyndu það að það hefur verið að koma á fót einhver svona grunninnviðum og eins og maður þekkir þegar var verið að gera grunninnviði innbyltingana, fyrri innbyltinga, raflínur og fleira, þá áttaði fólk sig jafnvel í svona mesta samkeppnisumhverfi veraldar í Ameríku á því að það borgast ekki að hafa samkeppni alveg raflínurnar og símalínurnar. Það þarf að búa til einhvern konsensus það, hvort sem það opinbert frumkvæði eða bara einhvern veginn takmarka það og hvort að við eigum eftir að taka einhverju svoleiðis ákvarðanir, það er það sem ég kannski svolítið forvitin með. Já, alveg klárt mál, eins og í þessu verkefni þá eftir að taka það áfram. En okkar hlutverk er líka að starfrækja rafrænt gagnasafn mannvirki, þannig að við eigum að halda utan þessar upplýsingar allar og hafa þær sömuleiðis aðgengilegar og erum með mannvirkjaskrá og erum að byggja hana upp og það er svona grunnforsenda þess að við getum farið út í því að taka á móti BIM-líkönum. Það er að innleiða viðmót byggingarleyfa til dæmis hjá öllum sveitarfélögum landsins. Við erum langt komin og það eru 20 sveitarfélög komin þar inn en stefnum á það að fá inn öll sveitarfélög landsins inn áramótin og ég myndi segja að það er grunnurinn. Við förum ekki hraðar en veikasti hlekkurinn og ef það er ekki allir við sama borð þegar kemur að tækni þá förum við ekkert hratt áfram. Þannig að það er svona forsenda þess að við getum farið að taka á móti líkönum. Akkúrat. Hvernig horfur þetta við þér Auður? Já, sko, ég held samt af því að nú erum við einhvern veginn fáið svona
erlenda meistara hérna upp á svið og sjáum hérna framtíðina svolítið fyrir okkur, þá búum við svolítið að því að vera svona dálítið æst þjóð sem að hérna, við erum vön að bregðast hratt við þegar það kemur jarðskjálfti eða eldgos eða Áttu við þurfum jafnvel kannski bara einhverja krísu, við þurfum bara allt í einu að átta okkur á því að við erum að... Kannski, sko, einhvern tímann heyrði ég hérna þá fleygu setningu að hérna versti óvinur þróunar væri sko friður og fólk. Já, einmitt. Og ég svona, já, það er eitthvað til í þessu, sko. Já, einmitt. En það þýðir þá líka að við erum ótrúlega snögg þegar við tökum ákvörðun. Já, þannig að þó við upplifum Þurfum ekki kannski að nota öll 15 árin eins og normennirnir. Nei, einmitt. Við kannski bara, þú veist, svolítið Þannig að jafnvel þó við upplifum að við séum einhverjum kannski 10-15 árum á eftir, þá bara leið og við erum búin að einhvern veginn fókusera á hvað við þurfum að gera, þá þetta ekki 10-15 ár, heldur eitthvað miklu skemmri tími en það. Já, ég vil trúa því, sko. Þetta líka áhugavert hérna sem þú nefnir hérna með það sveitarfélögin sé að koma inn eitt af öðru inn í Viðmót byggingarleyfa. Já, viðmótið. Ég veit ekki hvað þau eru mörg, næstu í 200 eða eitthvað sveitarfélögin, en leiðu það er einhvern svona critical mass. 62, já. Það eru 62, það eru búin að vera miklar sameiningar, ég er alveg Feels like. Já, þetta er ennþá maður Tjörnesreppur, maður með allt í gangi hérna, bara 40 íbúa, þau eru 62, allt í góð, en punkturinn er svo sami, að það er eitthvað svona critical mass sem þarf að nást og þið virðist vera búin að ná því, vantarlega meðal þessara 20 eru stærstu sveitarfélögin, gerir ráð fyrir. Reykjavíkurborg er eitt stærsta sveitarfélagi náttúrulega sem hefur innleitt hérna viðmótið en hérna Reykjanesbær kemur þar á eftir og svo bara kemur þetta hérna. En þá einhvern veginn svona Og við þungan inn, þannig að við erum komið með af hérna íbúða fjölda landsins erum við komið með helming, þannig að með því að fá þennan massa inn. Og það er það sem þetta gengur allt út á, að fá eitthvað svona critical mass þar sem að þú verður eiginlega að vera með, annars bara ert ekki að fara að byggja neina byggingu eða taka þátt í einu verkefni. Eru við að nálgast þetta, svona einhvern grunnmassa sem þarf til þess að boltinn fara að rúlla og verði ekki aftur snúið? Sko, það er einhver svona tilfinning í loftinu, sko, augljóslega. Þú veist, kannski er maður alltaf að segja þetta, af því maður er alltaf einhvern svona fylgjandi breytingum og hérna svona einhverju umturnun. Já. Það er svona kannski svolítið eðli fólksins sem hefur áhuga á þessu. Að, þú veist, kannski erum við einhvern veginn í okkar bergmálshelli að tala um hvað þessi geggja að bylta og þróa. En þú veist, það er samt líka, það eru þessi gervigreind og það eru konar leiðir til þess að horfa á gögn miðlægt sem eru kannski til í ólíkum sílóum og hafa áður verið dálítið svona óþjál í einhverju svona samræmingu. Þannig að þú veist, það er ótrúlega svona, það er svona mörg ótrúlega stór, flott tækifæri, sko. Já, akkurat. En núna, þetta er bara mjög áhugavert upp á þarna hvort að þau upplifið þessi bergmálshelli eða þess að það er náttúrulega að koma hérna sveitarstjórnarkosningar bara eftir 2 vikur að minna það. Hvernig gengur að tala við bara kjörna fulltrúa og fólki svona sem raunverulega er að taka ákvarðanir sem skipta máli fyrir þessi innleiðingu? Skilja þau hvað er það að tala um? Ég veit það ekki, sko. Ég er svo ekki leið á pólitík, sko. Ég er alveg eins og gott að vera hér og vera ekki. Man þarf einhvern veginn að byggja þess að brýra á milli. Ég er sko algjör leikmaður að koma hérna inn og svona er bara að reyna mitt besta að skilja hluti. Var að lesa undirbúningsskjöl fyrir þessa ráðstefnu, svo kom ég hérna og satt hérna á borðinu og sá þessa stafi hérna, DSM og ég spurði sko hérna viðburðarfyrirtæki sem að sjá ráðstefnuna, er ég að gleyma einhverju styrktaraðilega, hvað er það DSM? Að ég bara ekki læs á skammstafinni greinilega, meira en það að hún sagði, þetta er sko dagur stafrænna mannvirkjagerðar. Við sko stálum þessari hugmynd eiginlega frá vinnum okkar í Noregi, þeir eru alltaf með DKT, Den Kluge Teknologi held ég að standi fyrir, right? Kristoffer? Ok, þannig að okkur fannst þetta eitthvað svo gæjalegt. Þetta er mjög gæjalegt, þetta er mjög cool, en þið hérna... Svo getur maður tekið myndir af sér með þessu eftir og svona. Þetta er bara virkilega flott. Ég er bara að segja, sko, þið hérna, sérstaklega fólk í verkfræðingastétt og líka í tölvunarfræði og svona, þið eru svolítið gjörn á að nota skammstafanir og þetta er bara, þó við séum að tala íslensku til þess akkurat núna, þá erum við stundum að tala mismunandi tungumál. Ég er svolítið hérna forvitinn að spyrja þig kannski að því, Berla, því að þið eru, arkitektar eru svona hálft í hvoru með einhvers konar listfengi og hins vegar eru þið tæknileg, það er svona ótrúlega áhugaverð stétt, virkilega, hérna, þið þurfið að vera svolítið svona með skilning á tveimur heimum. Skynjar þú, hvernig horfir þetta við þér? Var þetta bara tungumáli sem er verið að tala, nær þú að útskýra fyrir ungum arkitektum sem koma og eru með drauma já, kannski bara teikna í höndunum og gera eitthvað ótrúlega listrænt að þetta þurfi allt saman núna að smetla inn í eitthvað digital viðmót og svoleiðis. Finnur þessa tregðu þarna á milli, þessara tveggja heima? Já, klárlega. Og líka bara maður finnur ofta að fólk langar að gera eitthvað og svo bara nei, forritið leyfir mér það ekki. Þú veist, ég bara get ekki gert þessi form
ég þarf að fara í eitthvað annað og það vill ekki tala við þetta forrit. Og finnur að það skapi bara raunverulega tregðu fyrir bara sköpunarkraftin? Já, það gerir það og þetta, þú veist, það er alveg klárlega og bara í síðustu viku var ég á fyrirlestur sem að vera að tala að hönnuðir eyða bara miklu minni tíma núna í að hanna. Miklu meiri tími fer í að bara koma sér inn í forritið og koma sér rétt inn og samræma allt saman. Já, svolítið sko. En þetta kannski bara grunntregðan við það tekur tíma að innleiða þetta út af því að við erum kannski bara alveg til í að kveðja gamla systemið út af því að við erum bara kannski að tapa einhverju við því að innleiða þetta. Er alltaf að varpa þeirri Ég held þetta sé bara svona transition tími. Við erum ekki búin að finna hvernig við ætlum að vinna nákvæmlega með þetta og kannski bara, þú veist, forritinu er líka bara í þróun. Og er hægt að aðlaga forritið, þú veist, finnið þið það? Getið þið átt, vissi forrit sem þið notið, getið þið talað við sölu aðalega þessara forrita eða framleiðendur og raunverulega, ég gæti ekki gert þetta form, er þetta að laga það og í næstu uppfærslu er það komið? Við höfum ekki gert mikið af því, það hefur komið fyrir, en oft er þetta bara að reyna að leysa vandamáli eins og við gerum líka í hönnun, reyna að finna út hvernig við vinnum með þetta. Og svo kemur náttúrulega þá líka þekking starfsmanna inn í, það kunni ekki allir á öll forrit, þannig að þetta er klárlega svona smá þröskuldur en sem bara þarf að leysa. Svo er þetta líka spurningin hvernig forritin eru notuð, sko. Ef þú ætlar að taka þetta alla leið og nota þetta síðan í rekstri mannvirkja eftir á, þá gerum við kröfu alls konar metadata fari inn, sko, og fylgi, þú veist, hvað er stærðin á þessum blásara og hvað þarf að hvernig viðhaldstörfin á honum og svo framvegis. Þannig að þetta þarf þá að rata inn í módelinn, en eins og þú sagðir áðan, það er ekki kannski fara að gera það fyrir 50 fermetra sumbústað. En svo er þetta þá líka, hvað maður að segja, mentalitetið hjá hönnuðum, eru þeir tilbúnir að fara þangað. Við verkfræðingar erum nú þekktir fyrir að vera svolítið tréhestar, sko, og þrjóskir, eða þrjósk, þannig að það er ekkert endilega allir tilbúnir að fara þarna. Þannig að en þetta býður í raun og veru líka upp á alls konar möguleika, bara eins og kom fram í morgun með þú veist, ganga einhverja virkjun og sá þeir ráku jakkan alltaf í einhvern loka og eitthvað svona. Við erum svolítið að horfa í svona það sem við kallum byggingarhæfisgreiningar, og það er þá hitt eru notkunargreiningar, en byggingarhæfisgreiningar, hvernig getum við látið þessi tól og tæki hjálpa okkur í raun og veru við það að tryggja skilvirka og örugga framkvæmd. Hvernig er aðgengi verktaka, hvernig er aðgengi í raun og veru almennings í kringum framkvæmdasvæðin okkar og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað svona sem að í prinsipinu þarf að gerast, alveg sem með kostnað. Það þarf að skoða þetta bara ekki bara í lokin, vegna þess að þú vilt hanna þig frá kostnaði og vilt hanna þig frá hættunum. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að gera í raun og veru nokkuð reglulega, ekki bara í lokin, sko. Ég ætlaði bara að skjóta inn í, maður fyrir að hugsa sko að það er greinilega mjög margt sem við þurfum að huga að og í svona stærri framkvæmdum og áðan sem maður vilja alltaf vera að tala það að Ísland sé með einhvern sérstakar aðstæður og alltaf, við erum fá og svoleiðis. En mér finnst bara svo áhugavert að koma fram að Christopher, speaking about you, Christopher, now when you mentioned that you had military experience, because we don't have a military in Iceland, and it makes us think that our biggest infrastructure projects of the 20th century were done by the military, the airport in Reykjavík and airport in Keflavík. And it just, þetta fær maður þess að hugsa, sko, erum við bara of einhvern veginn miklu sveimhugar og listræn og bara vantar, sko, ekki bara verkfræðið hugsunna, heldur bara hreinlega einhverja hernaðarhugsun. Þú myndist á þetta líka með Kannski mest bara reynslu, sko, þú veist. Af því, eins og þú segir, það kannski gerist bara svolítið lítið í þessum bransa fyrir seinni heimsstyrjöld, sko. Húsin sem eru eldri en það eru fá á Íslandi. Svo erum við með, þú veist, eins og þessar Norðurlandaþjóðir, þau eru náttúrulega með bara árhundruða sögu af skipulagi. Maður hugsa líka, sko, hvort okkur vanti þessi svona stóru demo, það sem við getum sýnt til dæmis að eitthvað verkefni hafi verið gert frá A til Ö í BIM. Því man á síðustu ráðstefnu, þá var einmitt verið að skoða brúarsmíði í Noregi, það sem bara svona, eitthvað svona showcase, sko, dæmi, alveg frá A til Ö sýnt. Og maður bara hugsa þetta, okkur vanti svona eitthvað, Fossvogsbrúin er þarna.
hún er að koma eins Og verður, ég talaði um aðan. Þannig að ég held að drifkrafturinn sé kannski svolítið í raun og veru sko að verktakarnir, þessu stóru íslensku verktakar sem hafa burði, í raun og veru svolítið svona ítið þessu ferli svolítið áfram. Ég held að það sé kannski svolítið mál. Inga, eru þið tilbúin með kynningu með Fossvogsbrúna, bara hvernig þetta er stafrænt ferli frá... Alltaf. Það er 5 mínútur. Já, bara það gervigreindin búin að þessu fyrir mig. Nei. Já, en þú veist, það sem mér finnst svona líka oft svolítið vanta, það er þetta samtal. Til dæmis bara, þú veist, ef við bara vitna aftur í Fossvogsbrúna, ef við vorum að ræða þetta hérna áðan, að ég fæ þetta rosa gott módel, geggja módel af fórst eftir meiningum. Síðan kemur lögin í landinu og segja, þá þarf að síðanmerkja allt. Þá þarf ég að gera framleiðsluteikningar. Þannig að allt sem er búið að gera, rosa fínt í módelinu, ég þarf eiginlega að teikna allt upp aftur. Út af síðanmerkingum. Þannig að þetta kemur líka bara svona svolítið samtal, þú veist, ok, hvar á hönnun að hætta, hvar á framleiðslan að byrja, og þetta er sama með glugga, ég teiknum ekkert glugga í einhvern svaka dítilum, þú veist, alveg niður í sprossa og allt saman. Við þurfum að hugsa hvar eru mörkin, hvenær tekur næsta stig við, hvað gerum við svo? Af því annars er verkkaup í rauninni þá að borga fyrir þetta 2 svar, stundum 3 svar, þannig að Og þessi mörk, þetta eru ákveðið þá bara vantilega með einhverjum stöðlum, kannski ekki alveg lögum, en svona einhverjum stöðlum eða hvað? Svona... Já, eða þú veist, eins og ég hef séð eins og það er gert erlendis og í Danmörku og Noregi, þá eru þessar svokölluðu þjónustulýsingar. Þar sem þú ert bara með þjónustulýsingu við verkhönnun og svo með þjónustulýsingu við framleiðsluhönnun og þar fram til götunum. Og svo í BIM-heimum þá eigum við líka þessar nákvæmniskröfur, þar sem við erum með LOT-töflurnar, þar sem við erum að segja þetta objekt á að fara upp í þetta og þetta þýðir þetta og eitthvað svona. Hver útbýr svona þjónustulýsingar? Já, í erlendis þá er það svona samtöku eins og Molio eða eitthvað svona sem er kannski sambarlegt og samtöku iðnaðarins eða einhvers konar þannig batteri. Já. Er þetta eitthvað sem getur verið á ykkar borði, Hugrún, hjá HMS? Þetta er klárlega eitthvað sem við getum haft aðild að. Já. Þetta líka bara verið svona svipað eins og bara grænni byggð og svo erum við með núna verklýsingar Íslands eða eitthvað svoleiðis og svo erum við með BIM Ísland og það er alls konar svona sérhæfð batteri sem eru að taka þessa sérhæfingu í þessu en það þarf einhvern veginn að vera reglíf yfir það allt saman. Sko nefnilega eitt af punktunum með það sem við vildum kannski aðeins reyna að kofera í þessum panel er sko frumkvæði og kostnaður. Kannski hægt að taka svona bæði, þú veist, í svona stórum breytingum það er alltaf svona, fólk er að bíða til því að einhver annar hafi frumkvæði og eins og við vitum þá er þetta bara líka alltaf tókstreita á milli eins og opinbera og einkaframtaks. Einkaframtak er í eðli sínu svolítið frumkvæðisdrifið en stundum þegar hlutir eru risastórir þá þarf stundum hið opinbera að vera með eitthvað frumkvæði. Finnur þú mögulega einhverja tregðu hjá hinu opinbera í að taka eitthvað frumkvæði, að til dæmis taka einhvern svona bolta eins og þjónustulýsingar eða eitthvað frekar í samræmingarferli? Nei, við erum alveg frekar skýra stefnu hjá HMS. Við erum, eins og ég var að minnast á áðan, að starfrækja og reka mannvirkjaskrá og erum með stefnu þar til framtíðar. Við erum að klára innleiðingu sveitarfélaga á þessu ári og við erum á leið í svona, POC, Proof of Concept verkefni hvað varðar móttöku EFC-skrár núna á næstu mánuðum og ef að grunnforsendun okkar gengur eftir, það er að segja að innleiða öll sveitarfélög á þessu ári, þá er þetta bara draumurinn að geta farið að taka á móti líkunum á næsta ári, en þá þurfum við þetta eins og hún er að koma inn á, hún er að tala um LOT-töflurnar og það er þá samræming staðla og byggingarefnastaðal og þar fram til götunum. Þannig að bara... Við þurfum að samræma, gögnin okkar þurfa að tala saman, við þurfum ekki endilega öll að vera í sömu kerfunum eða sömu tækninni, við þurfum allan að geta átt samskipti í gegnum gögnin okkar. Og þarf ekki einhverjar neinar frekari lagabreitingar en eitt svoleiðis? Það er alveg þáttur sem þarf að skoða hvort við þurfum eitthvað að fara í frekar ofan í mannvirkjalögin, hvort það séu mögulega einhverjar hindranir þarna og við þurfum að passa bara löggjöfin sem skrifið þannig að við séum ekki að læsa okkur inni til framtíðar. Þegar hún vinnir með okkur og við getum þróað lausnir áfram af því að tæknin hún bara breytist hratt. Og eru þið í góðu samstarfi við löggjafan? Þið eruð einn af þeim sem svona ítið áfram? Já. Og þið öll kannski, er það svona, finnið þið fyrir einhverju tregðu þar? Skiljið þið, farið þið fyrir þingnefndir og talað þessa hluti eða hvernig er? Það sem ég hef allavega rekið mér svona mest á er að byggingariðnaður, hann snertir alltaf mörg ráðuneyti, þannig að það er ekki einn ráðherra. Það er félagsmálaráðherra, hann á húsnæðismálin og svo er það samgönguráðherra sem á vegamálin og þetta er allt svona svolítið hot potato sem leipur á milli. Þannig að það vantar kannski svolítið að það sé bara alveg svo gert
erlendis að það er bara stafrænt byggingareinar og stefnumótun og mörkun í kringum það. Það er ekkert svoleiðis sem stjórnvöld? Nei, ég meina við erum alltaf með BIM Ísland en það er ekki drifið af ríkinu þannig séð. Það er bara, og það er HMS og þeir eru með sína stefnu en það vantar svolítið þetta svona almenna stefnumörkun heilt yfir allt þannig að þú veist, við getum haldið áfram og þá hugsaði ég stundur líka, mér finnst ekki endilega ríkið að stíga inn og vera með ógeðslega flóknar kröfur eða eitthvað svoleiðis, það bara setja bare minimum kröfur þannig að allir geti hoppað á þann veg, líka litlu sumarbústaðarnir. Af því ég er líka með þá skoðun að, þú veist, ef að ég ætla að skrifa Wikipedia-rit, þá nota ég kannski gervigreind og svo ætla ég að skrifa orðabók og þá fer ég að nota tölvu og svo ætla ég að skrifa sögu og þá ger ég ritvél, en ætla ég að gera svo í höndunum þegar ég ætla að gera minnisblað. Nei. Við verðum að skjóta að við eigum auðvitað fulltrúa í stjórn BIM Ísland og höfum verið í núna nokkur ár, þannig að við höfum alveg haft virkað þáttöku í þessu og höfum mikinn áhuga á að þróa þetta áfram eins og þið heyrið og við erum bara hér með að auglýsa eftir að samstarfsaðila í þetta proof of concept verkefni, þannig að við getum farið að taka næstu skref. En þú myndist á húsnæðis- og mannvirkjastofnun áðan, við erum auðvitað orðin húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun og við erum búin að sameinast mjög sterkum aðilum, við erum komið með fasteignaskrá inn í þessu samhengi þegar að minnast á að byggingariðnaðurinn, hann tilheyrir vissulega fleiri ráðuneytum, en það sem að styrkir okkur þarna er að við erum komið með þessa þætti til þess að drífa þá mannvirkjaskrána, miðlæga gagnagrunninn okkar, sterkar áfram. Og svo þetta eru fjölmörg tækifæri í því að skoða samræmingu milli mannvirkja og skipulagsmála. Eru þið í samstarfi við stjórnvöld, bara félagskapurinn BIM? Já, bara bæði formlega og óformlega, sko. En finnir þú líka fyrir þess að þetta sé svona kannski ekki alveg fókuseraðasta fyrirkomulag sem til er að þetta fara á milli margra ráðuneyta? Já, klárlega og ég held að það sé líka eitthvað sem vantar svolítið í mentaliteti á Íslandi að gefa svona vinnu þvert á þú veist, markaðinn. Sko, fólk verður að setja eitthvað effort í að bara þróa. Það kostar pening. Já, ég skil. Það er ekki alltaf eitthvað. En það er forvitinlegt núna því að það eru sveitarstjórnarkosningar og það eru auglýsingar og frambjóðendur eru að lofa uppbyggingu húsnæðis og á stórum skala, sumir flokkar, maður veit ekkert hvað verður ofan á hvernig þetta eru kosningalofar, en það verður að tala um það, alltaf að tala um það að byggja ódýrara og félagslegt húsnæði og bara þvert á flokka er alltaf verið að lofa þessu að verði bara að komi nýja Breiðholtið eða hvað það er, þú veist að við höfum ekki farið í svona risastóra uppbyggingu. Hvernig er þyrfti ekki að skoða eitthvað svoleiðis, svona risastór áformum húsnæði, alveg grúnflíkt út frá þessu? Jú, örugglega, og einmitt, kannski. Það er nú ansi margir þéttingareitirnir í farvatninu núna, og heilu hverfin alveg. Já, sem að eru svolítið verða keyrð inn. Já, ég veit það ekki, en ég menna það er alltaf tækifæri til þess. Man finnst svona eins og þegar maður sér þessa frambjóðendur vera að lofa þessu eins og þetta bara það sem er verið að tala um hér, þetta er bara ekkert sem er í þeirra vitund, þau eru ekkert að pæla í því, sko. Það er bara að vera að hugsa um að ræsa einhverja caterpillarvélar og ekkert meira, sko, þú veist. En það þyrfti að vinna einhverja grunnvinnum við félagssamtökum eins og BIM og En þá er spurningin, sko, þú veist, hvaða hlutverki gegnar háskólaumhverfi í þessu? Já. Hefur það eitthvað hlutverk? Ég bara þekki það ekki alveg, hversu aktífir háskólarnir eru, verkfræðideildirnar eða listaháskólarnir. Það er líka bara eins og Perla kom inn á og sagði, þú veist, útskrifa fólk kemur inn og vinnur hjá henni ef það þurfa að byrja á að kenna þeim. Það er náttúrulega ekki neitt rosalega gott, sko. Við höfum ekki þurfa að byrja á að kenna fólki að leggja saman 2 + 2. Þú fær væntanlega fólk víða af, sumir hafa lært hér, sumir hafa lært erlendis. Já. Og þú finnur mun og... Já, það er mikil mun. Er svona, vantar eitthvað smá upp á þetta? Það fyrir ekkert sérstaklega eftir, held ég, löndum. En þú veist, þú þarft að byrja alltaf að kenna, það var alltaf verið þannig. Og þú þarft að byrja að kenna fólki á forrita, því að það er bara misjafnt eftir á hvaða stofu, hvaða forrit þú ert að vinna á, sko. Og það er ekkert þröskuldur sem slíkt, sko. Við sjáum það ekki þannig. Það er bara eitthvað sem tekur smá tíma, þetta er bara þú veist að fjárfesta í manneskjunni, sko. Ég held að það sé ekkert vandamáli í sjálfu sér. Þú ert ekki að fara að skamma hérna eitthvað LHÍ, eitthvað umfram ykkur aðra skóla? Nei, mér finnst ekki verið hjá þeim að því að þú veist hvaða forrit eiga þau að velja þá, skilur mig. Þú veist, það er ekkert þeirra endilega, en auðvitað þarf fólk að átta sig á það er ekkert bara að fara móta einhver módel í höndunum, það er líka að fara að teikna hurðaskrár og fylla inn hérna
pumputýpur og alls konar. Fullt af leiðinlegu líka. Já, það er Bara harður því veruleiki líka þegar og það fólk þarf er að vera. teikna í alvörunni. En svona, þegar maður talar um mismundi skala á byggingum og að það ætti bara alltaf að vera, þú veist, við ættum bara að vinna þetta allt saman eins, það er eiginlega ekki raunhæft bara út af tíma, út af, þú veist, það tekur miklu meiri tíma þegar þú ert komin mjög langt inn í BIM-ið, þú getur farið styttra og samt skila, þú veist, árangri sem er nægur fyrir það verkefni og það kemur þá inn á bara verkkaupa. Það er ekkert allir verkkaupar tilbúnir í að fara alla leið og hafa heldur ekkert skilning. Já, ef þú leiðir okkur bara örstutt í gegnum svona ferli þegar þið eru að taka ykkur teikniverkefni, hönnunarverkefni, hvernig svona á hvaða mómenti myndi koma upp umræðan um það að hversu miklu leyti þetta verður digitali gert eða verkefnastýrt? Það er bara mjög snemma í ferlinu. Já, og er það ofta frumkvæði verkkaupans eða? Það getur verið það, já, það getur verið það, en oft bara verkkaupi kannski bara skilur ekki hvað við erum að tala um, sko. Þá þarf maður bara að byrja, við ætlum að hafa þetta hérna, við ætlum að vinna í Revit, við ætlum að gera ráð fyrir að okkar samstarfsaðilar eru líka að vinna í því, við ætlum að hafa samræmman ACC til dæmis. Það er bara haldin einhvern sér fundu með bara öllum hagsmunaaðilum um þá bara hvað er mögulegt, bara hvaða forrit og... Já. En heldur það sé hægt að reka svona teiknistofu á Íslandi sem bara er með harða línu og bara gerir ekkert nema það sé bara ákveðið svona stór hluti af öllu ferlinu sé hannað og svo verkefnastýrt digital? Það er örugglega hægt, já, ég meina flest er þannig, en við bara göngum mislangt inn í það ferli eftir verkefnum. En já, ég held að það sé alveg hægt. Við erum búin að draga fram svona einhverjar svona línur hérna í þessu. Maður finnur alveg að það er tregða á vissum stöðum og mögulega einhver skortur á frumkvæði, en aðalega sýnist mér allir hafa svona nokkurn veginn svipaða sýn og svo er þetta bara spurningum bara einmitt bara mjög áhugavert hvernig þú varst að segja með þennan gagnagrunn 20 sveitarfélög og svo byrjar þetta bara að rúlla og við erum svona meir en hálfnuð að mörgu leyti með innleiðinguna, já, og þetta er náttúrulega bara grunnforsenda þess að við komumst á þann stað því að eins og ég sagði áðan, við förum ekkert hraðar en veikasti hlekkurinn og við erum ekki öll komin á þetta level að geta tekið á móti þessar tækni og nýtt þessi gögn sem við erum að búa til í dag, þá förum við ekkert langt. Já, mér langar árum við alveg í ljúkum þessu að bara minna ykkur á það að við erum núna að fara inn í hádegishlé sem verður bara veglegt og flott og við ætlum að borða hádegisverðin fyrir framann Eldborgarsalinn, við þurfum að taka smá göngutúr inn í þessu flotta húsi Hörpu. Og við gerum alveg klukktíma hlé. En svo þegar við komum aftur þá verður búið að skipta salnum í 2 hluta og það er búið að kynna ykkur dagskrána fyrir því og þeir eru eflaust búin að ákveða hvor meginn þið ætlaði að setja. Við höldum áfram hérna meginn, þetta er salur A, verður salur A og fyrir hinn innganginn þá verður það salur B og við ætlum að keyra þar prógram í rúma 2 tíma og svo er náttúrulega mjög mikilvægt, það er kokteil á eftir, byrja strax klukkan 4. Mjög mikilvægt. Það er bara mjög mikilvægt, það er bara því að við erum að spjalla hér, það verður djass og drykkir og svo veit ég að fullt af fólki hér er að fara út að borða og bara verður áfram. Þetta er bara stór dagur. Já, bara til hamingju með þetta öll og takk kærlega öll hér fyrir Inga, Hugrún og Þröstur og Perla, Auður og fyrir þáttökuna í þessu. Og bara fyrir ykkur, fyrir frábæra athygli í morgun og öllum sem að komu fram fyrir þeirra frábæru erindi. Þannig nú er það bara bon appétit, fáum okkur að borða. Takk fyrir.